Velkomin að Grísará. Undanfarið hef ég verið að leika mér að því að endurnýja Quickfly sem ég á og hluti af því er að mig langar til þess að gera frauðplastvæng á hana. Ég skal sýna ykkur vélina. Hérna er módelið. Ég er búinn að taka af því alla filmuna og laga það til. Og eitt af því sem ég gerði náttúrulega var að setja nýtt nef á hana. Vængurinn er hér og með þessu svakalega litaskema. En hann er uppbyggður, það er að segja hann er gerður úr timbri með rifjum og öðru saman. Það sem ég ætla að gera hins vegar er að nota þennan frauðplastkubb hérna til þess að gera væng. Hérna er frauðplastkubburinn, hann er 50 cm á breidd og meter á lengd og það bil 3 tommu breiður eða þykkur og maður getur nokkur neginn gengið út frá því að hann sé hornréttur, en samt er ágætt að gá. Hérna er ég búinn að setja vingil á hornin og komst að því að þetta horn er best, þannig að ég ætla að merkja það hérna að ég ætla að nota þetta horn sem viðmið út frá öllum mælingum sem ég geri. Hérna er ég búinn að merkja vængina á frauðplastið og til þess að fá svona Quickfly vængi þá þarf ég að skera 2 stykki sem eru 24 cm á breidd og 73 cm á lengd. Til þess að gera það, skera úr þessu, nota ég svona. Þetta er máti sem ég setja á plötuna og nota svo hitavír til þess að skera. Ég ætla að festa hann á og sýna ykkur svo hvernig ég geri þetta. Hérna er skurðarpassinn og ég er með 3 nagla sem ég ætla að nota til þess að festa. Nú bara læt ég skurðarpassan sitja á borðinu og ber hann akkurat að línunni sem ég teiknaði og festi hérna á með nöglum. Svona, nú er þetta tilbúið fyrir skurð. Jæja, þá er nú boginn tilbúinn og hann er byrjað að hitna og líklega orðinn alveg nægilega heitur. Þá bara legg ég hann hérna upp að skurðarmátunum og renni þessu hérna niður eftir. Nú bara passa ég með að hafa þrýsting á þessu þannig að þetta fari ekki neitt til andskotans. Og renni þessu hægt og rólega hérna í gegn. Og þegar þetta er komið í gegn, þá dettur þetta svona fallega niður. Nú er þetta komið í lengd. Nú er ég búinn að setja skurðarpassan hérna sikkurum megin fyrir lengdina. Þannig að ég get skorið breiddina. Ég byrja náttúrulega á því að taka hérna það bil 2 cm af því að þetta er 50 cm breitt og ég þarf ekki nema 48.
Núna er ég búinn að taka þetta í breidd, þannig að nú er hérna 24 cm bútar sem ég get fengið. Og ég ætla að skera hérna á 20 akkurat niður á milli. Og það er betra að hafa báðar hendurnar á þessu. Svona. Núna er ég þá komið með 2 búta sem eru nákvæmlega jafn stórir og ég get búið til heilan væng úr. Það er ágætt að byrja á því að sjá til hvað maður ætlar að nota af þessu. Það er að segja í hvorn vænghelming, og þetta er rétta hornið sem ég var með áðan og það var svona, þannig að ég nota þá þetta horn hérna á móti til þess að búa til vængina. Þeir verða þá svona. Þá get ég gert hérna merkingar. Þetta er hægri og þetta er vinstri og þetta er fram. Þá veit ég hvaða vængi ég hef með og hvernig ég get möndlað þetta saman. Jæja, hérna eru nú blankarnir fyrir vænginn komin og nú þarf ég að búa til rif, og rif sem að sker eftir líta einhvern veginn svona út. Þetta virðist vera gríðarlega flókið en það er í rauninni ekki. Maður bara teiknar upp rifið sem maður ætlar að nota. Það tögur að hafa eitthvað sem að bendir til í hvaða átt að snúa. Hérna er ör upp og maður þarf miðjulínu sem er hérna. Síðan teiknar maður strik á fröplastið og festir þetta á með nöglum. Það eru göt hérna fyrir naglana. Stóru götin hérna eru til þess að geta séð strikið í gegnum. Vegna þess að þegar maður leggur þetta yfir þá getur maður náttúrulega ekki séð strikið og þetta nær út af sikkuru megin, og þá er ágætt að hafa eitthvað svona glugga til þess að skoða strikin í. Ég þarf að setja strik á fröplastið og það er rúmlega 7 mm þykkt. Og þá er spurning hvað er hægt að nota til þess að fá strik nokkurn veginn á miðjuna. Og það vill til að þessi vingill hérna er 3,5 hérna yfir. Þannig að ég get bara lagt þetta niður. Svona. Sett vingilinu upp hérna. Og strikað með honum. Hérna. Þá er ég komin með miðjulínu sem ég get fest rifið á. Hérna er ég með hægri vænginn og ég ætla að setja skurðarrifið á rótina hérna. Ég er búinn að merkja á hana hvernig þetta á að snúa allt saman, og nú legg ég bara rifið hérna á og horfi í gegnum götin og læt strikinn standast á hérna. Síðan stingi ég bara nagla í gegn og festi þetta á. Nú er þetta það bil tilbúið til að fara að skera. En einn galli við það er ég get ekki gert það einn. Ég þarf að fá hann Árna til þess að hjálpa mér. Þannig að það er best að finna hann
sjá svo hvað gerist.